Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Eins og nefndum minni upp að við þáttarins að þá erum við svona svolítið að gefast upp fyrir aðvendunni. Það breytir svo margt í inni, það er öðruvísi fjölmiðlanotkun og náttúrulega hugur okkar sem erum að búa til efni verður líka annað og jólin dragu til sín og það er sumuleyti gott, þá fyrir við að hugsa einhverja allt aðra hluti og það eru verið viðmælendur komið hingað sem eru kannski að tala við okkur trú og Guð og sálin og allt svona og þetta besta sem hægt að gera fyrir sálina eru að mér er sagt ljóð og hingað eru komnar 4 skáldkonur. Alda Björg Valdimarsdóttir, Birgitta Björg Guðmarsdóttir, Natasja S. og Má Alemsdóttir. Mér er velkomnar. Þau eru allar með bækur. Kannski ekki í jólabókaverðinni, kom þín ekki svolítið snemma, Natasja, í sumar eða haust? Í vor. Í vor? En þið eru með nýja bækur? Já. Já. Og gaman? Komum bók? Að gefa út eða... Já, komum bók. Já, þetta er svona nýtt fyrir mig að vera í desember, sko. Það er svona meira fjör. Já, meiri upplestur. Já, þú veist, það er bara svona meiri orka einhvern veginn. Því ég verið, endar ekkert mjög vön, þetta er bara ljóðabókin mín, sko. En það er fyrir voru á vorin, sko. Þetta er svona meiri kraftur og orka í fólki bara svona í aðvendunni. Það er svona, þannig að það er skemmtilegt, finnst mér. Ég pröfaði að segja við höfundin daginn hvort það væri ekki leiðilegt að íslensku forlögin er svo veik að höfundarnir eiginlega látnir það að selja bækurnar og þurfa að þeytast og lesa upp og svona og hann sagði, nei, þetta er það skemmtilegasta. Það kallaði á okkur að lesa upp í kaffitímum og allir æstir í að hlusta og þetta er bara dásamlegt. Ég held að þetta væri algjört pein. Það er ekki, eða hvað finnst ykkur? Nei, þetta er ótrúlega mikið stuð en þetta getur líka verið svolítið keyrsla, maður er alveg bara búinn sko þegar þessu er lokið. Það er annan tempó en skáldið er vant að hafa. Já, ég hugsa það. Við erum svo að fara að lesa á Þorláksmessu, þannig að það verður einmitt svona loka nikkurinn. Já, ljóðaviðburðir eða ljóðagjörningur, bara úti. Úti? Já. Það verður gott viður. Já, við erum búin að kalla á góða veður. Við fengum ekki eins og það er bara mjög gott viður. Hítabylgja. Já, ok. Já, 12 gráður skilst mér. Já, vá, sumarveður bara. Og hvað er alltaf að lesa úti? Á Lækjartorgi. Já, við jólaköttin. Svo verður líka bóðið på kaffi og píparkökur. Kakó vonandi. Kannski. Hvernig finnst ykkur jólakötturinn? Þessi skringilega mynd. Grimmur. Já, bara fín. Upplýstur. Ok. Herðu, hvernig gengur seljið eitthvað? Hvað selur maður á ljóðabók? 200 eindök? Gott? Þannig? Já, 250. 250 bara frábæra árangur. 160 betra. 160 betra, sko. En það er ekki... Ég held að það er ekki selst ná ekki... Já, er það ekki ágætist tala bara? Ég held að það er mjög ágætt, já. Natasja. Bókaútgefendur verða mjög fúlir ef það er ljóðabók tilnefnd til bókundalana. Af því að tilnefning til bókundalana getur ítt skáldsögu kannski 1000 eindök. Ljóðabók kannski 20. Já, Mér finnst þetta er ekki bara fallegt að það eru fáir sem að kaupa ljóðabækur, þetta er fágæti. Þú sagði líka að ljóðin væru best fyrir sálina. Það er það. Nei. Ertu á því? Ég held það. Á hverju? Að því ljóð fyrir meira list. Prósi nær ekki alla leið þangað. Prósi er svo útbældur. Meðan ljóð er meira svona á milli heima. Og nær þá inn í ykkur að kvika á okkur. Já, og nær sálinni, eins og myndlist gerir. Ég held að ljóð sé svona flóknara listformið ekki heldur en að mörguleiti vegna þess að það er svona átengt tónlist og myndlist og svo líka er þetta sögur. Þannig að þetta er svona, þetta dansar svona milli greina einhvern veginn. Já, dansandi prósi. Já, akkurat. Og
það líka kannski svona öðruvísi lestrarupplifun þegar maður lesir ljóð. Það svona meira intimate á einhver hátt heldur en, og það tekur líka stuttra tíma að lesa. Þegar maður les aftur og aftur og meðan með skáldsögur, það kannski einu sinni tvísvar ef hún virkilega góð og maður saknar hennar. Það vil náttúrulega skáldsagans svolítið svona togi sig áfram, sko. Já. Söguþráðurinn eða eitthvað togi mann áfram, eða ekki? Það er svolítið öðruvísi tog í ljóðinu. Man flettir ekki í ljóðabók. Nei. Jú, stundum. Ég ger það alveg. Nei, líka heima. Mér finnst stundum gaman svona að opna, lesa einhvers staðar, svo opna aftur, lesa einhvers staðar, en svo byrja á byrjunni og lesa allt í gegn. En, ég held bara að mér ljóðabækur er svona misjæmt. Já, það fer náttúrulega bara eftir forminu á þeim einhvern veginn. Hvernig þær sumar segja bara stopp. Eða, það er ljóð og þú þarft að stoppa. Bara fylgir einhvern veginn hvernig þeir eru sett upp og hvernig þeir eru ort, ég veit ekki. Ljóð eru náttúrulega ekki alls konar, sem eru bara eins og nefi í andlitið. Já. Það meðan önnur eru eins og bara þoka og eitthvað maður rétt greinir eitthvað í þokunni, sko. Já, það stundum nóg líka bara. Stundum nóg að finnst mér að lesa ljóð að þarf ekki að skilja ljóðið. Það er kannski ef þú lest prósa, þarf þú svolítið að skilja hvað þú ert að lesa. En mér finnst það svolítið, þurfi ekki endilega að skilja allt og lest ljóð. Þú þarf bara svona, þetta er svona að lesa svolítið með hjartanu, að ná stemningunni, ná tóninum, stundum að dugar það sem fyrsti lestur, sko, svo getur komið aftur að ljóðinu og þá kannski skilur meira og svona er það kannski að skilja það, ná einhvern svona fullu skilningi á ljóðinu. Svo heldistu aðeins og þarf að skilja með nýjum hætti. Það skilur ekki neitt. Með það sem þú ert að segja, þá er að þetta nái betur undir eitthvað sem er eiginlega ósegjanlegt inn í okkur og þar sé sálin. Það sé eitthvað sem við getum ekki skilgreint og getum ekki orðað og það er það sem að listin getur komið við. Já. Sem að prósin getur síður en það er náttúrulega til prósar sem að gera þetta. Já, ljóðrætni prósa getur gert það stundum, en samt ljóð, ég tala oft með svona, þegar ég skrifa ljóð, þá fæ ég einhverja hugmynd, einhver staðan þaðan, upp eða neðan eða ofanlega frá, og svo ég skrái hana niður, og svo vinn ég kringum þessa hugmynd eða þessi orð sem komu til minn. Með prósa þetta virkar aðeins öðruvísi. Man svona sest niður og hugsa, ok, ég ætla að skrifa þessa sögu og maður kannski veit ekki alveg nákvæmlega hver maður er að fara með hana en maður er samt svona með einhver ramma að meðan með ljóð finnst mér oft að maður fær einhver svona skilaboð og maður verður að skrifa eitthvað niður. Það er að skrifa ljóð og að skrifa prósa. Já. Ekki að taka inn. Já, skrifa. Að skrifa. En já, mér líður eins og meira en ljóð koma til manns. En hverjum datt það í huga að inn í kjarnanum okkar, þar sem við erum mest eitthvað, þar sem sálin okkar er, það er eitthvað óskiljanlegt svæði. Þetta er svolítið svona, hverjum datt ég að búa mannin til þannig? Það er stórt spurt. Ég get alltaf ímynda mér að fyrsta orð mannsins hafi ekki verið orð heldur frekar ljóð eða svona eitthvað sem minnir á ljóð. Það sé svona fyrsta tjáningin, ímynda mér alltaf. Það sé svona, já, upphafið af tungumálinu sé ljóðlistin. Það er maður sem sagði eins og við mig. Það er svo merkilegt að í hvert skipti sem að barn byrjar að tala, þá segir það eitthvað sem hefur aldrei verið sagt áður. Það veit þetta áður. Segir þetta ekki mamma bara? Nei, þá er það líklega sem að raða samansetningu. Svo þannig að það byrja áður að segja mamma, þá bara grætur þau. Og grætur oft yfir sárundum yfir því að skilur þau enginn. Og það er náttúrulega, við komum þaðan. Já, svolítið kannski sorglegt að koma grátandinn í heiminn, eða ekki? Kannski er það yrkt því að reynslunni að fyrstu mánuðunum þegar enginn skildi þig. Ég myndi akkurat. Ég hugsa að sé líka að það er svo mikill leikur í máltökunni. Einhvern veginn, börnin eru alltaf, þau byrja að prófa raddböndin og þau eru að snerta, raddböndin.
á foreldri sínum og þeir eru reyna einhvern veginn átt að sjá því hvar allt þetta myndast og svo eru þau, einmitt, mamma hljóðu kemur svo mikið frá einhvern veginn þetta auðveldasta svæðið sem þú getur hreyft, þú veist, hérna, varirnar og svo fer það að nota tunguna og þú veist, þau eru alltaf bara eitthvað svona skemmta sjálfum sér, þau sitja bara og eru það svo mikill leikur í því og ég held Þú reynir ekki að hann ef við hugsum ljóðlistina sem einhvers konar frum mál, þá held ég, eða svona ég upplifa meira sem leik. Já, einmitt. Og, já. Þú ættir að vera svona dataðisti. Já, ég er saman og leikur sem með orðum miklu meira í ljóðlist. Já, fyrir mér það einhver stað á milli svona leika með orðum og líka skilabóðum sem maður fær og þá blanda það og kemur eitthvað út úr þessu. Ég bara mjög oft, ég bara skil ekki hvernig mér tókst að skrifa ljóð og ég er bara alltaf hrædd, ég mun aldrei geta gert það aftur. En í alvöru svona eftir 2 ljóðabækur ég bara, kannski var það bara tilviljun, kannski mun það ekki gerast aftur og ég er núna svona með nokkra hugmyndir en ég bara ná ekki að skrifa það niður og ég bara, shit, er ég búin að tapa þessu. Þannig ég held það líka svona stór hluti er bara að fá innblástur eða eitthvað skilabóð og finna orku til að vinna með því. Já, á leiðin hingað ég var enn með að hugsa því ég var eitthvað að opna bókina daginn, ljóðabókina mína og var eitthvað svona að skoða ljóðin henni og hugsaði, hafði ég skrifað þetta? Einhvern svona mér líður eins og það sé ennmegt, næstu því ekki mitt lengur. Ég fekk bara eitthvað skilabóð, skrifaði það niður og svo bara, byttu, skrifaði þessi ljóð, ætlaði að skrifa aftur ljóð. Ég færi að vera sömu tilfinningu. Það þú kannski veist, þú gætir ekki ort fyrir bókina þinn aftur, núna. Nei. Nei, það er eitthvað erfitt að yrkja aftur á bak. En það er kannski næsta verkefni. Að verða sú sem þú varst þá, það er ekki hægt. Nei. Ég er svolítið gaman að Bob Dylan, hann segir þetta svona tímabilla sem að hann orti mjög mikið, eða ég veit ekki hvað þetta kalla að yrkja, eins og texta sína. Og hann segir í dag, hann skilji ekkert í hvernig þessi ungi maður bjóð þetta til. Honum væri algjörlega ómögulegt að búa þetta til í dag. Og svo þýlur hann upp svona setningar, það sem hann að segja, ég gæti ekki búið til þetta, ég gæti ekki búið þetta til í dag. Ég bara farið langt frá þessu. Sko. Og ekki það að hann hafi þroskast frá þessu, þetta er eitthvað sem að, eitthvað gjöf sem kom til hans á tilteknum tíma, sem að hendaði honum á tilteknum tíma, en þetta er ekki eitthvað sem að maður tegir sig upp í hillu eftir það. Já, ég er kannski bara ekki búin að vera að gera þetta nógu lengi. Að ég get alveg skoðað oft texta sem að ég hef samið og ég man nákvæmlega hvar ég var og í hvað aðstæðum og einhvern veginn oft, en ekki alltaf, þú veist, hvaða var sem að svona, ég hugsa meira mynda sem skilaboð meira mynda sem athuganir heldur en sem skilaboð að gera athugun og sjá eitthvað og finna, þú veist, það sem að manni finnst áhugavert í því, sko. En já, ég get alveg fundið hvar ég var á textanum, einhvern veginn, og munað. Já, þú þekkir þig aftur. Já, ég þekki mig aftur. En kannski þú verður áttræður eins og Dylan. Já. Að þá skilur ekkert í þessari ungu konu. Ég held að það sé samt rétt sem að ég tengi það sem segir þessi staður og tími fyrir allt, sko. Ég hugsa að stundum út frá tónlist að ef að bara þá til kannski að fara hálun í sem bara tónlist eins og Bítlarnir eða eitthvað svona tónlist sem er klassísk tónlist, poptónlist núna eða klassísk tónlist, hún vinsæl ef að nákvæmlega eins tónlist myndi koma fram núna. Þú veist, það er staður og tími fyrir allt og það er eitthvað slæri gegn, þá gerist það á stað og tíma og skilur hvað ég við. Það reyndu það nú þetta er ekki Britpop, það sem er reyndu að búa til svona músík sem að svona soundaði svolítið eins og... Svona endur, já, það verður öðruvísi, verður svona endurritun. En ljóðin eru náttúrulega full af því, ég hef verið að skoða svolítið ljóð á 20. öldinni og hvílíka endurvinnsla sem er í gangi. Þú veist, það er bara sömu stef, eitthvað svona
eitthvað sem næri í gegn, það bara hangir einhvern veginn í menningunni í 30-40 ár og manni finnst það stundum vera algjörlega steindautt og skilur ekki hvernig þetta hangir, bara af því það vantar að koma eitthvað nýtt. Finnst ykkur það ekki stundum að svona einhver svona nær einhverju og þá lifir það í endurgerðum margra aftur sem ekkert ljótt, sko, ég ekki að segja þetta ljótt. Þetta er komið nýr og nýr búningur eða endur túlkað, aðra kynslóð túlkað á sinn hátt eða, já, þannig lifir það af, sko. Já, en stundum hugsa maður býtu, er þetta ekki komið aðeins of langt, sko. En þá kannski svona dæmast og svo kemur eitthvað nýtt. Það er orðið tómt, alveg tómt. En kannski... Já, það þurfið að tæmast alveg til þess að verða eitthvað nýtt. Ég held það, já. Ég veit ekki hvort ég taka... Ég er að hugsa svo að náttúru, hvernig það er í náttúrunni, þú veist, hvernig hlutinni alveg breytast. Það er eitthvað bara hverfur alveg og þá eitthvað nýtt myndast. Já, hvenær það er orðið líka nýtt. Já, hvenær það er nýtt. þróast yfir eitthvað og hvenær það er orðið eitthvað nýtt. Hvenær eru törf á einhverju nýju? Já, einmitt. Hvort það sé innri törf mannesku sem yrkir og þá kannski kemur bara eitthvað nýtt. Kannski verið að hugsa Tómas Tranströmer, hvað hann hafði gríðarlega áhrif á mörgskáld og hvað svona hans svona bara tónn og sín hafði gríðarlega áhrif þegar við erum í Skandinavíu á Íslandi. Lagðist yfir, hafði gríðarlega áhrif og maður farið alltaf fyrir vitu til að tala maður sem ég veit ekki hann hefði fættur, sko, alltaf ekki aldrei við mömmu eða eitthvað, sko. Að það sé ungt fólk ennþá yrkja einhvern veginn næstuð í hans stíl. Men ég veit ekki, kannski er ljóðin ekki svona, kannski er það svona seigfljótandi. Já, hvernig ætli ljóðið sé núna? Það er þessi módernismi, er það ekki? Er ekki bara allt í gangi núna? Jú, kannski. Það er náttúrulega ekki mikið, meira svona, ekki, þú veist, bragfræðin er orðin svona, kannski þetta svolítið út, er það ekki? Hún lifir samt svo sterkt, sko. Það er alveg magnað hvað kemur mikið út af einhver svona nýju kveðskap og fólk er að, þú veist, þetta er kannski margt svona ferskillur og fólk er ekki að... Þetta er kannski kallasport, það er náttúrulega Þórarinn Eldjárn, hann er, Hallgrímur var að gefa út, ég býst við hún sér svona þykk eða ekki, ég hef ekki haldið á henni, og svo var Breki, þetta er ekki Breki, Karlsson. Bjarki Karlsson, já, hann er bara með rímur, góðan dag. Þetta er venjulega vinsælar bækur, þetta er svo, við viljum, þetta er svo, við finnst gaman að lesa sem er í ríma og stuðla og svona, það er svo þægilegt fyrir eyra held ég og skemmtilegt bara. Þið eru ekki með svoleiðis? Nei, ekki þægilegt fyrir eyra þegar ykkur? Jú, það er þægilegt fyrir eyra, það er hrynjandi og það er eins og tónlist, finnst mér. En ég held í Rússlandi, þú veist, það á að rýma eitthvað, þótt svona nýju skald segja, þú veist, það er ekki, þú veist, fínt þessa daga, en fyrir kynslóð foreldra mína til dæmis ljóð er það sem rýmar, annars er það ekki ljóð. Og það voru einhverju sem brutu það er reglur svona snemma á síðustöld, ekki, í Rússlandi. En ég meina, þú veist, í skóla við erum að, þú veist, læra skald og lesa ljóð og það rýmar alltaf. Þannig að það fer kannski líka eftir menningu, en í samtíma ljóðlist núna það er, já, fólk skrifar ekki með svona rýmur og svona. Það er meira frjálst, held ég. Verður þú ekki að læra Majakovski eða? Nei, ekki í skóla. Í alvöru? Rósa það skrítið, veistu hvað ekki? Myndi ekki halda að þetta verið í skólaljóðunum í Rússlandi? Hann er of skrítinn kannski fyrir skóla, börn, það veist. Þannig að það eru eldri eða eitthvað? Ég man ekki. Allt sem ég man var eitthvað svona bara náttúru og eitthvað ást og svona hluti, ekki neitt pólitísk. Og hvenær varst þú í skóla? Langt síðan.
Á Jeltsin tímanum. Ha, Já, á Jeltsin tímanum. já, Já, þú varst ekki í skóla á Sovjetímanum. nei. Nei, alls ekki. Það er svona fyrir aldamót. Og þá voru þessi skáld ekki, sem er kannski þau skáld sem að við erum líklegust til þess að lesa, eða ekki, af rússnesku skáldum. Jú, mitt, þess maður þekkir svona best, held ég. Þetta alveg upp í Pólandi. Já. Hvað var í skólaljóðunum þínum? Í Pólandi við lásum við alls konar, en mér finnst eins og bókmyndir stoppa þar eftir seinni heimsstyrjöld og kannski áfallasögu eftir seinni heimsstyrjöld. Þannig það er alveg við lásum í minni kynslóð. Það var kannski Szymborska og Miłosz og svona frægu skáldin, en svo kom voru að lítið eftir það. Það var ekki svona eitthvað nýjustu nöfnin. Það eru nokkuð pólskáld sem eru hérna í þessari kynslóð eftir því svarona, þar sem bara heimurinn er hrunin og voru þau kendi í skólum? Já, að því... Og endaði þar bara fyrir þann tón? Já, þannig. Og líka svona rosalega bókmyndir í kringum einmitt seinni heimsstyrjöld og Helfurina. Mjög þungt, já. Þannig á tímapunkti ég hætti bara að lesa í skólanum. Það var svona síðasti bekkur í menntaskólanum og ég sagði bara nei, ekki meira stríð, ekki bara meira eitthvað áföll. Bara búið með pakkan. En að því að þið eru innflytjendur þá ætla ég að spyrja aðeins meira. Hvernig myndir þú segja að ljóði væri í Rússland í dag? Er það öflugt, kröftugt? Eða er alltaf verið að selja ríkið ömmu mínu eins og eitthvað sagði Rómverja? Selja það gamla? Ég er að reyna að fylgjast með, en ég held ég ná ekki utan svona ljóðlist í Rússlandi. Allavega ég hef lesið bara orðfá skáld en já, af því að þegar ég bjó í Rússlandi ég var ekki að lesa svona samtíma bókmyndir, þannig ég þurfti að svona læra á þeim bara á síðustu árum, hvað er fólk að skrifa og hvað er að gerast og svona, en með ljóðlist það er svolítið kannski sér, það er ekki hluti af svona stærri bókmyndasenu myndi ég segja, eða það heyrist ekki jafn mikið. Þannig ég bara veit ekki hvernig á ég svara. En það er líka, það veist, ritskoðun og allt þetta, þannig að það er ekki hægt að skrifa hvað sem er og það er ennþá ljóðskáld sem situr í fangelsi að því að hann las upp ljóð gegn stríði og honum gengur ekki vel þar. Og það er nú lengi lifað við ritskoðun. Við erum ótrúlega færir í því að tjá sig undir, framhjá og til hliðar við ritskoðun. Já. Eða stundur sagt, ég veit ekki. En að því orður þetta svona, á hverju byrjar að virkja? Það bara kom til mín. Það var ekkert sem ég ákvaði að gera í rauninni og ég ætlaðist aldrei að skrifa ljóð, en ég skrifaði nokkur ljóð í Polifónia Ferlendum Úbrúna, bara svona til gamans af því að ég bara gatt, og svo stríðið Úkraínu byrjaði og ég var búin að lesa upp í viðburði sem heitir Ljóð fyrir Úkraínu og ég hugsaði, þú veist, ég ætla ekki að lesa neinn annans ljós, ég hef nóg mikið að segja sjálf og ég bara skrifaði ljóð og ég held ég mun ekki geta skrifa neinn prós eða neitt svona texta á þeim tímum. Ég skrifaði bókina fyrstu 3 mánuðum eftir innrás í Úkraínu og ég held það var einmitt það formi sem ég gat unnið með. Og byrjar það ekki á íslensku? Já. Ég get ennþá ekki skrifa ljóð á rússnesku. Það er bara eitthvað, ég held það er eitthvað með fjarlægðinni sem hjálpar mér með íslensku. Þannig að stundum er skáldið að leita rödd og þín rödd bara vildi svo til að tala íslensku. En er ekki þú á pólsku?
Ég hef gert það þegar ég var í menntaskólanum en ekki sann ég flutti úr Pólandi sem var fyrir mörgum árum. En svo ég orti á öðrum tungumálum. Þannig ljóðin á íslensku byrjuðu einhverja að koma. Fyrstu ljóðin skrifaði ég kannski árið 2009 þar ég bjó fyrir vestan. En af hverju byrjaði þú yrkja? Eins og kannski nefndi aðeins áðan, það bara, ég var að skrifa eitthvað niður. Ég var bara að fá eitthvað að koma til minn sem ég var að setja á blað. Engin lógík á bakvið. Þannig að ég var að spyrja hana ljóðið í Rússlandi. Er ljóðið sterkt í Pólandi í dag? Ég held að þessi svipað ljóðlist er ekki eins sterk og prósi. Svona skáldskapur, það skáldsögur taka alveg yfir markaðinn finnst mér. Það er mjög erfitt að verða skáld í Pólandi fyrir út af þessu stóru nöfnin sem komu kannski kjölfar áfallasögu Póllands. Svo eru sterkir prósahöfundar í Pólandi í dag. Já, alveg, já. Oft svona einhver sérstakur tónn í Pólandi. Einhver svona þungur, dapur tónn. Er pólska þjóðarsálið þung og döpur? Já, kannski stundum einu sinni of. Ég held að það sé eina af ástæðum sem ég yfirgaf Póland. Það gat ekki meira. En hún er ekki eins djúp og þung eins og rússneska þjóðarsálin sem er nú... Bara á annan hátt. Stundum sambærilegt. En á annan hátt. En ég held munur það er ekki ritskoðun lengur í Pólandi. Þannig það breytir svo mikið eftir að það megi segja hlutina. Og ég er alveg upp á milli kynslóða, milli tíma, þar sem er allt lokað og svo allt í einu opnast allt og allt er mögulegt. Þannig ég man bara rétt sem barn mann ég tíma þar sem mátti ekkert og mátti ekki að fara neitt og það var ekkert í búðum og svo allt í einu var allt til og mátti segja allt og En það er líka í Pólandi þá viljinn til þess að stoppa það, að við sem að missa eiginlega tök á samfélaginu því allir vaða svo áfram og við erum að halda í það gamla og góða og það er líka sterk. Já. Það var svona fólk dvelur í fortíðina bara endalaust og ég misti smá þolinmæði. Ég var svona 18 ára þegar ég ákvað að fara og það var bæði trú, svona katólsk trú og svo síðan bara þessi áfallasaga og svona þungur hugsunarháttur ég bara ég er búin. Ég er farin, þannig, en já, nú er ég að reyna að fylgja sæðins með ljóðlist og þetta er mér langar að þýða ljóð, svona... Þýða ljóð úr pólsku yfir á íslensku? Já, kannski opna þennan heim fyrir íslenska lesendur, þannig nú er ég að skoða aftur svona aðeins nær hver að gerast. Ég var svolítið að skoða ljóð í sumar og maður sá náttúrulega það er ótrúlega, mögnuð pólsk ljóð til alveg bara ótrúleg en bara ég segi þetta bara því að ég vissi þetta ekki alveg maður er bara svo hissa þegar maður og maður má það, maður má verða hissa yfir að reykast á fegurðina. En þess vegna finnst mér svo einmitt gott að kannski taka sér þetta verkefni að þýða ljóð og einmitt stækka heiminn. En þið veist Ísland vera bara létt og glatt svona við hliðina á Pólandi? Nei, en það er samt það er ákveðið svona þekkt að reddast til dæmis það er allt fer til fjandan sem er bara þekkt að reddast á meðan í Pólandi maður aldrei segir svona, það er aldrei sagt þekkt að reddast maður bara guð minn góður og hvað gerum við nú og... Það fer allt til helvítis það er svona, öðruvísi hugsunarháttur að vinna úr hlutunum myndi ég segja hvað finnst ykkur, ég veit ekki. Hvernig, því ég leyfi mér að því að ég er ekki rússi og ekki pólveri og reyfi að tala þjóðarsálina og þunga fljótið. Hvernig er fljótið í íslensku þjóðarsálinni? Er það bara svona fjallaleikur? Kátur og glaður? Sko ég veit það ekki. Kannski ég held að ekki allir svona í sínum kreðsum svolítið, sínum hópum þannig að ég held að, veit ekki hvernig íslenska þjóðarsálinu beint svona en kannski
upplifir maður svona freka mikið hraða og æsing og Yfir engu. kvíða líka Yfir örugglega. engu stundum. Já, og svona Jólakvíða. spennu, en ég veit þannig að ég myndi ekki segja kannski að þetta sé beint létt, er það? Nei, ég veit ekki, ég skil ekki. Kannski Ég er í fljótinu, með ég við skil kannski ekki. aðra staði, þá ætti þetta að vera, en ég held að þú veist, léttleikinn sé nú kannski svona ekki endilega, það kemur ekki upp í huga mér, sko. Nei, ég hef oft hugsað þetta, þú veist, í sambandi við veður, sko, að því einhvern veginn, maður yfirleitt bara að reyna að standa af sér eitthvað veður og, þú veist, gerir náttúrulega ráð fyrir að munum birta til og allt þetta, sko, þú veist, þar finnst mér þessi þetta reddast pæling koma fram einhvern veginn, en ég held hún geti verið ótrúlega heftandi og svona skaðleg stundum, sko. Þetta reddast. Það er svolítið grunn, sko. Já, mjög grunn og svona bara, tekur svolítið svona aksjón frá manni, einhvern veginn, ef maður ætlar bara að gera ráð fyrir að allt verði gott. En ég held hæfileiki að vinna úr hlutunum sem miklu sterkari finnst mér hér. Já. Og líka svona meira að segja, og líka þess möguleikar sem meira að segja í ljóðlist, hver margar ljóðabækur koma út á hverju ári. Það er ekki sambærilegt við önnur lönd. Og þess að fólk... Það er svo fáar eða margar? Margar. Að fólk nennir, að fólk vill að, þú veist, að fólk les upp fyrir 5 manneskjur sem mættu og... Eða 2. Þessum daginn. Voru þið að lesa hvort fyrir aðra eitthvað svo? Næstum því. En sem var alveg frábært. Já, það var það. En já, ég held að það sé svona, já, það er svona ákveðin vilja gera hluti. Þrátt fyrir allt. Ég samt, þú sagði eitthvað svona hæfileika við að díla við hluti eða... Að vinna, já, kannski, já. Já, vinna úr hlutum, en það miðað við það sem okkar þjóðir fór í gegnum og svona. Ég held fólk hér er ekki búin að upplifa svo hræðilega hluti líka. Þannig að það er ekki... Já, en kannski hræðilega hluti á annan hátt. Svona veður og fátækt og þú veist... Jú. Það sé ykkur eina sögu sem að Friðrik Þór Friðriksson hefur sagt. Að þegar fyrsta kvikmyndahátíðin á Íslandi, ég held að það var 78, þá kom Wim Wenders með mynd og svo þurfti ykkur að keyra hann bæinn og Friðrik var settur í það sem var þá, ungu maður. Og þeir eru bara að keyra eitthvað svona nýr bæ og Wim Wenders horfa út á gluggan og svo segir hann að þið munu aldrei gera góða bíómyndir. Nú, okkur ekki. Það er eitthvað vantar að pain in the street. Það er ekki sársauki á götunum. Og þá sagði Friðrik Þór, but we got the pain in the brain. Það er líklega það sem varst að meina. Að ef það er ekki sársauki á götunum, þá bara, maðurinn á engum vandræðum með að þjást. Ég held að, nei, mjög held með það. Við kannski líka, erum kannski svo mikið breyting á íslensku samfélagi frá því mamma mín sem var fædd 1936, hún ólst upp á í Arnarfirði með enga vélar og það var bara, þú veist, á bóndabæ þar, sko, þannig að þetta er svo stuttur tími síðan velmegunum kom hingað, þannig að okkar kynslóð, við þekkjum ekkert annað, en þetta er bara spurning kynslóðaskipti í rauninni. Við erum ennþá með áföll forfæður okkar í... Ég hugsa að þetta séu svona skammt undan. Já, við höfum náttúrulega þrælahald í vistum á Íslandi eins og rússnesk alþýða og Íslendingum fjölgaði ekki öldum saman og fækkaði og þannig að við höfum endalausa, ef áföll erfast þá ættum við að hafa þetta. En ég kannast ekki að þú ert að tala um veðrið. Mér finnst ég búin að vera á strigaskóm allan vetur, sko. Mér finnst þetta vonda veður, ég man eftir þess að ég var yngri og svona með, þetta er bara meira og meira farið. Kom þarna, var ekki 3 dagar sem snjóaði. Einmitt. Það fór alltaf hliðina. Já. En það snjóar af hellingu, ég held að það sé bara svona öfgar sem við sjáum svo mikið í veðurfari. Þannig, ég held að við séum ekki búin með vetur, það bara kemur allt inn og verður bara allt ömurlegt. Ömurlegt? Já.
Mér er svo huggulegt að þeirra eru vont veður úti og slæst held eitthvað svona í gluggan, hlýtt inni og lesa ljóð. Ég er að hugsa fólk á ferð og svona fólk út á landi. Ég bjó út á landi, ég veit hvernig þetta er. Það allir Reykjavík sem bara, það er svo kósi. Maður er rafmagnslaus og það er snjóflóða hætta og... Hvar bjóst út á landi? Á Flateyri. Það er annað skáld innflytjandi sem er hér í íslensku. Frá Venezuela. Já, Helen. Korfa. Fylgið ég bara... Herðu, það er sagt svona grín að maður getur ekki talað það eyðileggir það, þannig ég myndi að hvort það ætlum ekki bara að lesa ljóð. Vilt þú byrja? Já, ég byrja. Já, taka eitt ljóð og kannski getur við rætt. Þetta er einmitt svolítið svona, mér skilst að þetta sé mjög dimm og erfi bók, þannig að hún kannski er ekki mjög íslensk, ég veit ekki. Já, ég lesa eitt ljóð. Ekki? Já, ég vil bara lesa ljóð sem heitir Hvít sólin. Raki er ekki vandamáli hér og þjónar þorstanum. Þeir mæla hitan í skógagólfinu. Hinni dauðu búa neðanjarðar og stífla farveg vassins. Þeir taka það sem þeir þurfa til að blómgast á ný. Þegar sólin byrjar að klifra aftur, opnast hjartablöðin. Þeir fylgjast líka með tímanum eins og við hin. Viltu blómin byrja að vakna vetur. Það merkir ekki að það sé örugt að opnast. Takk. Þetta getur nú bara verið pólskt. Það er þess að skóabotnana. Akkurat. Það er ekki svolítið pólsku fílingur en það. Já. En eins og, mér langar bara að lesa ljóð við þig. En að því líka... Þetta er að kveðast á. Svara með ljóði. Þetta er að kveðast á, þetta er gengur á milli og fólk. En þetta er svona reyndar fjallar líka harðindi hér. Eftir að sjórinn gekk langt inn á land, stóð ég eins og Jesús í háflóði. Snerti skín sem spegluðust í vatni í dauðalogni. Undir fótum mér í sortanum lágu þöggur þínar á ógrættum melum. Eftir að sandstormur stóð í 7 daga í senn Guð gleymdi hvíldardeginum og fyllti munn þinn af smásteinum, möl, finnkortni milsnu. Svo þú yrðir ekki svangur, svo þú segðir ekki frá efasemdum þínum kærleika Guðs. Síðan kom vetur, það sást ekki til sjávar, svo mikill var hafís. Bjart dýr genga á land, grimm, tekin af hungri. Guð gaf þeim tungu mína til að naga, til að gera hana mikri, réttlátari, svo ég gæti greint á milli ills og góðs. Þetta eru breiði spjóð alls saman. Vilt þú svara þessu? Ég ætla að svara. Gapi og fyrir innan fjöll, hvítar strítur, sólsleiktar, á köflum eldsbúandi, dreki, vígtönn, ormur á gulli. Þitt tannfé, taug sem vex niður í kjálkan og vex og vex og vex. Gapi og fyrir innan bönd sem strjúkast og víbra strengt aftur margar aldir en leið aðeins eina sekundu tungumál verður nýtt núna og núna og núna. Þín fyrsta tönn, vinnukona, þjarkur, tími sem nagar og nagar og nagar þar til hann sprettur úr beði sínu í lófan. Slefblautur, áfastar tæjur af tannholdi, ég tek hann og vef í gráa ull, kingi. Gapi og fyrir innan fræ, moldugur steinn sem hlær og hlær og hlær á leið niður kokið og tekur að spíra, skýtur rótum í moldarveggjum magans fyrir innan loftbólur í munnvatni, ótal lítil lömb sem jarma, leggir, skeljar. Tungumál er ekki annað en klaufur í mjúku kókið þínu, taugreftir, kofar, flámæli, fumlaust, húm, kaffi,
rauð styrndur gómur. Já, þess að þú þarft að... Ég veit ekki hvort ég get svarað þessu með ljóðum mínum. Það er til að lesa þetta aftur, sko. Þennan takt. Já. Hryðjuverk. Við mægur erum að horfa á sjónvarpið. Pappi kemur inn og tilkynna okkur að vopnaðir menn hafi skotið á fólk í tónleikasal. Ég sæki síman og googla. Mamma horfir áfram á kvikmyndina hreyfingarlaus. Myndir af árásarmönnum, hlaupandi fólki, logandi byggingu. Ég kveiki á VPN og fer á Facebook til að merkja mig örga. Skrolla í gegnum nýleg neyðartilvik, atburði allan heim. Eldsvoða, skriðuföll, flóð, storma í Bangladesh, Ekvador, Indlandi, Kanada. Hvergi er minnst á hryðjuverka árás í Moskvu. Ég skoða íslenska fréttamiðla. Lóan er komin. Lilli heimurinn. En hvað voru margir sem að dóu þarna í tónleikana? Varst þú úti í Moskvu þarna vera? Já, ég man ekki. Fleiri hundruð ekki? Ég man ekki. Þetta var hryllingur, sko. Já. Það er stemming hjá okkur. Það er svona jólastemning. Jólastemning. Já, ég held þetta er svona föndur og svona. Það er ekkert blítt. Herðu, Má, ég ætla að spyrja það einu. Já. Ég hef aldrei talað við manneskju sem heitir Má. Akkur heitir þú Má? Ég er kölluð Má. Varstu kölluð þegar varstu yngri eða? Já, ég var ekki þar, sko, þar ég var yngri en ég er nú. En ekki þar ég var barn. Ég var kölluð Má, það var árið 2004, fyrsta sinn sem ég kom til landsins. Og það var maður frá Frakklandi sem ákvað að stytta ómögulegt langt nafnið mitt sem honum fannst að það var ómögulegt og langt. Ég heiti Małgorzata á pólsku og honum lísti ekki vel á þetta. Við vorum að vinna saman fyrir austan og hann sagði nei, ég ætla bara að kalla þig Má og ég var alveg brjáluð til að byrja með. Að því, já, þegar fólk segir Má þá allir hugsa auðvitað hinn Má sem ég er alls ekki og ég gæti ekki verið lengri frá kommunisma, alin upp í kommunisma, þannig þess ég er bara svona... En ef þú myndir heita Elvis, þá myndu öllum detti í hug sami Elvisin, sko, þannig að það er erfitt að fara fram með þessu Má. Ég er yng fyrir jangið, ég er svona, ég er ljósið fyrir myrkrið. En já, ég er kölluð Má og Má í dag er orðið bara nafnið mitt og stendur alls þar. Og svo ertu Alheimsdóttir. Það var joke. Sem var líka orðið af nafninu. Ég var að opna Instagram og það vandaði eitthvað fyrir aftan Má og vinnur minn sem var að hjálpa mér að opna Instagram eða að gera fyrir mig, hvetja mér að gera þetta og hann sagði, en Má hvað? Og við varum á kaffihúsi stödd í Vesturbæ og ég sagði Alheimsdóttir, skrifaði bara það og svo var þetta bara til. Þú er næstu í systir hennar Steinunnar Gunnarsdóttur myndlistakonu sem að kalla sig á Facebook Steinun Aragrúadóttir. Já, ég hef séð það, já. Þeir eru svona næstu í systur. Já, en það er samt, ég fæ rosalega svona skemmtileg, já, það stundur að hitti fólk og það var einhver tíma svona aðeins eldri kona, hún sagði, ef ég myndi skýra mig aftur en svona að fá tækifæri til að nefna mig eftir ég myndi heita Alheimsdóttir. Henni fannst þetta svo sniðugt. Já, þetta er mjög fint. En er þetta skáldanafn eða ertu kölluð Má í dagstæðlega lífinu? Já, eiginlega bara í dagstæðlega lífi. Systir mín meira að segja byrjaði að kalla mig Má fyrir mörgum árum. Hvaða maður er þetta sem að gaf þér þetta nafn sem að sló svona gegn? Hann hét Romain og hann var mjög svona trublaður ungur maður, ég var líka mjög ung þar og við vorum að vinna saman í Lóni á Stafafelli og já, ég veit ekki hvað varð hann. Ég held hann flutti aftur til Frakklands. En hann hefur haft áhrif á þig, hann gaf þig nafn? Hann gaf mér, já. En já, í dag er ég Má Alheimsdóttir.
get ekki hugsað mér að vera annað. En dóttir minn, hún kallar mig stundum mamma, já hún kallar mamma, en hún kallar mig stundum má og stundum Małgorzata. Þannig fyrir hana ég bæði. Er það talandi nöfn, Natasja, þú heitir bara S af föðunefni, ættanefni. Já. Þú mistir það í innrás Rússa í Úkraínu. Já. Heldur þú fáir það aftur? Eða er það bara, þetta er náttúrulega svolítið smart, sko, það minnir mann á Malcolm X, talandi svona að vera með bara klippa það? Já, ég svona stundum veldi fyrir mér hversu góð hugmynd það var. Af því að það ekki mjög algengt að svona rithöfundar með svona nafn með bara ein bókstaf. En á sama tíma mér finnst líka svona ekki gaman að hlusta þegar fólk bara Natasja hver einasta skipti. Þannig bara það gott fyrir mig og fyrir aðra. Sleppa þig bara. Já. Þetta gert fyrir lata Íslendinga. Og meðal annars, já. Fólk sem kann ekki að bera fram líka. Þess vegna þegar fólk spyr mig hvað ég heitir sitt má. En hvað heitir í alvöru? Ég bara má. Bara svona, ég nenni ekki að fá fólk að þess bera nafni með vitlaust fram. Nei. Það gerir mig alveg. En ef þú ferð, ertu Alheimsdóttir ef þú ferð erlendis eða svona, eða þú veist, ertu þá bara, eða þú veist, ég fer ekki erlendis, nei. Eða þú veist, hvernig með Alheimsdóttir, er það skáldanafn eða? Já, í rauninni, já. Rauninni. En ég hef ekki gefið neitt út erlendis, þannig En í passanuðinum að þá er... Í passanuðinum stendur pólsnafn, ég er ekki íslenskur ríkisborgar. Ekki ennþá. Má ég spyrja ykkur að þið vorum að tala að það voru margir sem innflytjendur sem yrkja á íslensku. Stundum að því að ég er ekki sérstaklega að mér í ljóðum. Stundum finnst mér, og stundum getur að vera blekking, sko, maður heldur að sé eitthvað sem ekki þarna. En stundum finnst manni einhvern veginn svona svo frísklegt að sjá eins og sé ný hugsun komin inn í íslenskuna. Það þið alltaf að lesa ljóðu svona. Þegar þið að lesa ljóðu þeirra. Er eitthvað munur á ljóðunum þeirra eða ljóðunum ykkur? Vá, það er... Þetta finnst mann að augljóst að flestir hefðu raðað þessum orðum aðeins öðruvísi. Ég held þetta eigi bara rosa vel við ljóðið sem listform að... Það rúm og svo margt. Já, þetta getur verið svona leið til þess að það leifist svo mikið í ljóðlistinni. Þarf ekki, jafnvel þótt ég ekki að segja þessi ekki, jafnvel þótt að það væri ekki alveg 100% rétt íslenska, út frá svona, ef það væri þannig, ekki að segja sér þannig, þá virkar það svo oft í ljóðlistinni alls konar leið til þess að tjá sig, þannig að ég held að ég myndi ekki taka, ég held að ég myndi ekki taka eftir því sjálf ef ég vissi ekki hver höfundurinn væri, að þetta veri ekki, eða hvað væri eitthvað íslenskur fætur uppalinn á Íslandi eða ekki, sko. Ég held að ég myndi ekki hugsa út í það eða finna fyrir því, sko. Nei, ég held að eitthvað svona, það mesta sem ég hef tekið eftir er að það er oft meiri svona orðasköpun sem fer fram. Stundum. Já, svona þú veist, Jakobu til dæmis mjög duglegur að svona skeita saman eitthvað svona funky dóti. Mjög gaman að því. Og en ég veit ekki, ég er ekkert rosalega læs í ljóðum, sko. Ég er ekkert að marka mig, sko. Ég er bara lélegur lesandi, sko. Ég er alltaf með höfundin einhvern veginn með mér, sko. Þau eru að horfa á okkur á bíómynd og þú segir, þetta lítur að vera skrifað að konu og googla það. Þannig ég er alltaf þælast með höfundin, sko. Það getur verið umfjöldunarefni sé aðeins, er það ekki? Jú, ólíkt. Það er svona, það er kannski en ekki held ég tungumáli sjálft. Ég held að myndi ekki finna fyrir því, sko. Já, ég er kannski sammála þér, umfjöldunarefni kannski verður ekki alveg eins. Að því það eru auðurvisaugu, svona augu annar staðar sem horfa á. En ég held, já, við erum svona, við höfum tilkningingu að skoða myndir, að lesa bækur, hugsa byttu. Var þetta kona sem skrifaði þetta eða er þetta útlensk manneskja sem gerði þessa bíómynd? Ég held að við verðum kannski aðeins að reyna að beygja frá þessari hugsun og svona aðeins svona
hugsa frekar úti efni sjálft, bara hvað mér finnst mér þetta efni frekar hver stendur á bakvið þetta hvað eru skilaboð í þessu Já, nafnleysi getur verið ágætt stundum líka með það að lesa texta þetta hefur verið mikið umræðu finnst mér í fjölmiðlum sérstaklega svona Natus, mig, Jakob bara, en hver er þessi manneskja á bakvið og sjáum við á skrifum hennar hún sé ekki hérðan og íslenska er nógu góð og það er mjög ofta að það kemur fram miklu meira okkar heldur það sem við gerum miðað við þú veist fjallanir bækur Íslendinga það er bara bók en hjá okkur það er svona helming af umræður hver þessi manneskja stríð, Úkraína, Rússland, Póland finnljós og það er bara það og það væri betra kannski ekki hafa það þannig meira svona, En við lifum náttúrulega svona í mannheimum að við miðum okkur alltaf ég var bara í gær að þá heyrði ég Blue Moon með Elvis Presley og ég googlaði til þess að sjá hvað hann var í gamall rannsóknarna að ég sagði bara, það er eitthvað á 19 ára ég veit ekki hvað það gaf mér það var alveg sama með fast að skipta máli en það sem þið að segja er náttúrulega til mjög víða það er kannski er það þannig að fyrir einhverjum áratugum, kannski þá í dag, að ef að þið eru múslimar í Frakklandi, þá megið þið vera í Frakklandi sem múslimar. Þannig að það er svo fólk fá ekki að fara alveg inn og að þið megið vera innflytjendur sem yrkja á íslensku, en þið fáið kannski ekki að fara alveg inn. Þannig að þið fáið, það er sess í upplestarkvöldinu fyrir innflytjendar sem yrkja á íslensku og í umfjöllunni bara í Kiljunni eða Mogganum eða eins og þér að segja þurfu alltaf að fara í gegnum svona langa umræðu að vera innflytjendur. Og þannig er það oft. Þannig var það konur sem voru að skrifa á 8. áratugnum, kvennabókmenntir og þær þurfu alltaf að fara í gegnum það að vera konur. Og þrátt fyrir að hún sé kona, hún náði samt árangri. Já, hvernig finnst þér að vera kona sem skrifar? Þetta er alveg... Það er að því að menningin okkar er bara ekkert, hún er ekki burður af þetta. Nei, en stundum það er kannski gott til að opna umræðu, en kannski í stað fyrir halva blasi væri hægt að gera þetta, að segja þetta í 2 setningum. Ég held að sem nefnilega málið. Já. En ég vona að það mun bara breytast með tímanum því fleiri fólk af erlendum uppruna skrifa og gefa út bækur því minna athyglisvert verður það og því minna verður þörf til að ræða uppruna og allt þetta. Eins og með konurnar. Þannig að mjög aukandi fyrir okkar, að ég held þessi forvitni líka hjá fólki, líka sem aukandi fyrir okkar bókmenntir og okkar menningarlíf. Þú veitir ekki að fleiri sem að nota íslensku. Líka sem hafa svolítið annan bakgrunn heldur en koma annars staðar að og hafa svolítið aðra sín líka á lífið. Þú varst að Jesú var í ljóðinu þínu, svo varst að lesa. Já, auðvitað. Ertu trúið það? Nei, ég er alveg með katólskri trú. Nei, ég er ekki trúið. Ég trúi á eitthvað, hann kannski á heiminn, já, á pappa pappa alheiminn. Nei, ég er ekki trúið, en ég er alveg upp katólskri trú, ég tekki örugglega Bíblu utan að ángríns og já. Þannig að þú varst trúið? Já, mjög lengi. Ég var trúið þangað til næstum því ég var fullorðin. Og myndirðu segja, mistur þú trú? Já. Nei, ég vaknaði. Það er einhvern veginn þessi þegar ég að spyrja þessu. Þú veist, gott að það mista. Mér fannst eins og ég misti öryggi. Það var allt svona, trú gefur manni öryggi og tilgang og mér fannst eins og ég misti tilgang, öryggi á mest leyti. Og gerðist þetta bara einn daginn eða? Já, þetta gerðist bara einn dag. Út af einhverju eða? Ég var í heimsókn hjá svona aðeins eldri vinkonu minni sem ég kynntist upp á fjöllum í Pólandi og við vorum eitthvað að spjalla og mér finnst mjög gaman að rökkræða, þannig við vorum að spjalla og rökkræða og hún var ekki trúið og hún svona spurði mig alls konar spurningar og einhvers staðar miðju nótt kláraðu svörin. Ég fann engin rök til að styðja það sem ég var að fara fram að sé rétt. Og bara morgunin eftir það var bara allt búið. Og hvaða kona var þetta?
Hún var blaðakona. Var blaðakona, vann fyrir svona vinstri... Og þekkir hún eitthvað það? Nei, þetta gerðist þar ég var eitthvað 17 ára. Þetta er svo svipað og maður sem gæði nafnið, þetta er svona, Já, kemur eitthvað bara fólk inn í lífið. Það var mjög random svona sem gerist svona, já, tilvíðakennt sem gerist í lífinu mínu. Það er alheimur sem sendir til þín eitthvað. Greinilega, já. En já, þannig, já, það bara einn dag, já, vaknaði ég og reyndar, ég svaf ekki þessa nótt neitt. Og ég var svo hrædd, ég fór út og labbaði og hugsaði, Guð, ef ég degi núna, þá er þetta bara búið. Í guðlausum heimi. Já, bara leikurinn bara búinn, ef Bill keyrir yfir mig. Það er svolítið munur að lifa í heimi þar sem að Guð er í guðlausum heimi. Það er mjög mikill munur. Já. Þannig kom eitthvað annað í staðinn fyrir Guð þá? Mjög lengi ekkert. Nei. Þannig ég var mjög týnd í mörg ár og svo gerði allt sem ég mátti ekki gera á meðan trú sagði mér að ég mátti ekki gera það, þannig ég gerði allt fór allt of langt og nei, mjög lengi var ég að leita einhverju tilgangi og svörum, fór allaveg í huganum, ekki svona líkamlega, en fór austur, var að leita innan búddisma og daoisma sem er mjög kær, sem svona heimspekki, en ég myndi aldrei aftur svona einhverju trú að mér. Ég held að öll trú séu svona En ertu það með hólu í hjartanu þar sem að Guð var áður? Nei, ég held að svona náttúran bara kom í staðinn. Já. Það segir þú trúð? Nei, hef aldrei verið. Var heppin. Kannski en ég trúi á alheimin. Erum við í fínum samskiptum. En já, ég vil langa að spyrja, eru þið trúaðar að þetta er jól og svo, já? Sko, ég er alveg alveg upp við kirkjusókn, sko. Ég var í svona trompet hljómsveit í Bústaðakirkju mjög lengi og en ég held að það hafi ekki verið nema svona barnatrú sem síðan bara svona hvarf við eftir fermingu. Já. Mér þykir alveg enn mjög vænt Jesú, nei. Svona, ég veit ekki, þessa stund sem að maður á í kirkju og þú situr einhvern veginn og ert að hugsa dauðan í klukkutíma og jú, það er alls konar svona brellur og orða fimmleikar, en maður er alltaf að hugsa dauðan einhvern veginn. Í kirkju? Í kirkjum, já. Eða þegar þú mætir í messu þú já, ert í messum, já. Til þess að einhvern veginn tryggja þér einhvern farveg þegar þú ert dáinn og þú ert að hugsa kannski þá sem eru dánir eða þannig að einhvern veginn kirkjan fyrir mér er svo mikið einhvern veginn já, svona staður fyrir það. Þetta er í rauninni er þetta ekki svona vitnisburður einhvers konar trú að flestir svona af okkar svona kannski kynslóð myndi vilja láta grafa sig í víðri mold eða slíkt sko. Nei, vilja það sko. Það sé einhvers konar vitnisburður að það sé eitthvað eftir af trúnni, held ég sko. Það er öruggara sko. Vera þeim megin ef maður reynist það rámt fyrir sér og Guði til. Ég held að trúin sé líka bara svo flóki fyrirbæri. Hún er svo ljóði, hún er að reyna að snerta það sem er óorðanlegt. Já, einmitt, þannig að það er ekki hægt að afskrifa þetta bara alveg svona, ég veit þótt maður trú ekki á Guð Biblíunar að maður sé trúlaus eða ég held að sé mér erfitt að halda því fram bara. En maður trúir kannski á orðið, í upphafi var orð. Ljóðið. Það var gaman, huggulegt, upplífgandi að vera í kirkju til dæmis á aðfangadag og syngja inn jólin. Þegar allur söfnuðurinn syngur Heims og ból. Já, stemning. Tengismaður svona sameiginlegum vilja og þrá fólks til þess að það er samkoma kannski líka vera í góðum heimi sko. Og það okkur vantar svolítið að koma saman til þess að í kringum eitthvað sem er gott. Það ekki? Ég held að sé samkoma. Ég fer á hverju ári á tónleika í Neskirkju því dóttir mér er í tónlistarskólanum og
jólatónleikar eru haldnir þar í kirkjunni og það er alveg mjög falleg svona í myrkrinu og maður svona fylgir með sólinni að rísa upp og allir eru að syngja saman í heimsumból eða eitthvað slíkt. Og það er svona þessi samkoma stund og allir svona hugsa hlíkt hvort til annars. Sér líka, er ekki líka ágætt að geta ef það gengur ekki vel hjá manni geta kennt svona eða svona guði eða einhvers konar æðri máttar að gangi ekki vel að miklu betra heldur en að kenna sjálfum sér það. Ég finnst aldrei að fólk kemur bara útlýtingunum. Já. Það er ekki, ef eitthvað gengur ekki vel. Ég veist það að vera svolítið tekið í dag. Já, ok. Já, það er reyndar. Já, það getur verið. Eða Degi Bjarkisni. Það var svolítið tekið fyrir einhverjum árum. Já, ok. En hverjum kennir þið ef það ekki gengur vel? Eiginlega nútgefanda? Eða hvað kannski eftir í hverju það gengur illa? Það er ekki næði, það er ekki sérherbyggi? Það var reyndar ekki, já, það þurfti ekki allar sérherbyggi, ekki Jane Austen, hún hafði ekki sérherbyggi. Það er mjög misjætt, sko. Sumir geta verið að hugsa og skrifa innan fólk, aðrir geta það alls ekki. Hvernig Já, ég er með ágætis næði, sko, þannig séð, já, ég hef alveg, get ekki kvartað yfir því að hafa ekki... En þarftu að hafa svona... Þetta að hafa næði? Já, ég þarf svona, ég tengi líka skrif svolítið lestri alltaf. Ég þarf svolítið að geta farið í eitthvað svona són eða geta sokkið mér í einhver texta heim eða tilfinningar til þess að geta miðlið þetta. Já, mér finnst í rauninni gott að vera bara ein þegar ég er að skrifa, sko. Og lesa mikið. Og lesa svona, já, vera stundum með bækur að lesa og spá, eða svona spá í einhverja hugsun og einhver orð og setningar og svoleiðis. Skáldur eru náttúrulega að lesa ógeðslega mikið. Ég hugsa það, allavega, ég held að það er náttúrulega sum sem halda það eyðileggi að eða vera bókmyndafræðingur það eyðileggi sem lesand, en ég er ekki sannfærð um það. Minnst það bara hjálpa stað, sko. Já, að vera lesandi. Ég vil helst vera í kringum fólk þegar ég les. Sem er náttúrulega... Vera í kringum fólk þú að les? Já, sem er svona eiginlega algjörð þverstæða, sko. Hvað er lesa bókasöfni þá? Já, ég fer á bókasöfn og kaffihús. Ég les mjög mikið í strætó. Og jafnvel, sko, í göngutúrum alveg óþolandi típa, sko. En mér bara gengur miklu betur að lesa, já, bara lesa á ferðinni eða þegar ég er einhvern veginn í mannmerð. Þetta er náttúrulega félagsleg, þetta er náttúrulega, þetta tala sérherbyggja allt þetta, en lestur og allt þetta er félagsleg athöfn. Já. Þetta er félagslíf. Já. Þannig að það er það sem er kannski svona mótsögnin í þessu. Já, og þú veist, það er einhvern veginn ótrúlega skrítið og það er eins með að skrifa. Mér finnst miklu auðveldara einhvern veginn, og kannski er þetta hugmyndin um áhorf, ef það er einhver í rýminu sem að veit að þú ert þarna og þú ert að skrifa, þá einhvern veginn, þá hugsaðu, já, ég þarf að standa mig og ég þarf að halda mér við efnið, svo að, veist, kannski er það einhver partur af þessu, en ef maður er einn heima, þá er svo auðvelt að... En þú ert í bíl, lest það svo skilti svona, gúmi í vinnustofan. Ég ger þetta alltaf. Kentucky Fried. Þú gerir það? Já. Það er einu aukafess með bíómynd, ég man bara ekki hvað bíómynd sem gerir þetta, sem er alveg upp á spesflóðvíni bara í heimsbóðum. En svona læri líka tungumál, ég las öll skilta öllum tungumálum sem ég var að læra. Ég las allt sem ég sá. Mjög skemmtilegu ferðarfélagi sem gerir þetta. En alltaf sem þú búin að segja að þú ert bara að fara að drífa því að lesa núna. Ljóðin, þú ert að tala rússnesk, ekki að segja það? Að ég ætla að skrifa nýja ljóð. Nei, þú verður að byrja að lesa meira núna af því að ljóðin hefur komið til því svona, það yrkja, hefur komið svolítið aftan aður. En núna hefur þú þörf fyrir að fara að lesa. Það er ekki að segja það á hann? Sagði ég það? Mér það. Okay. Jú, en ég var í burtu 6 mánuði núna og ég hafði ekki aðgang að íslenskum bókmyndum og ég misti aðeins svona byrjun af jólabókaflóðinu, þannig að núna ég er bara svona, mér langar að lesa allar bækur sem kom út núna í ár. Ég er á svona 10. bók núna,
en ég las mest svona ljóðabækur og kannski bara 3 skáldsögur. En það mjög athyglisvert sem þú sagði, þú að lesa bók á meðan þú ert að labba? Stundum. Hvernig það Ég hef prófað það nokkrum sinnum, mér fannst það ekki mjög svona þægilegt. Við erum ekki bara saman í fjallgöngu, það alveg á hreinu. Ég verði góðar saman, sko. Í samkvæmstansi, Þú að lesa ég mjög góða rýmisskynjun. Já, Það kannski partur af því, en athyglisvert. Já, ég stundum bara, ef ég þarf að komast eitthvað, en ég vil ekki, mér langar að lesa á meðan, að því nenni ekki að... En þá vera svona leiðin tildulega létt. En þú hefur aldrei heyrt heyrnartól og Hljóðbækur. Jú, ég ger það líka. En einmitt, bara ef ég að lesa ykkur bók og, þú veist, ég að fara kannski á pósthúsið, þá ég bara að fara á pósthúsið og þá get ég alltaf eins nýtt tíman á með, ég veit ekki. En svo að taka hann í göngutúr og hjálpa Natasja að ná þessu. Svo getur náðurinn með að lesa skilti. Það getur verið mjög skemmtilega. Það mun aldrei ganga upp, ég bara sé þetta fyrir mér svo bara einn stór slís. Má, þú lest mikið ekki? Bæði já og nei. Það svona flókin. Það svo stjórnmálaður. Þess vegna fór ég aldrei í pólitík, ég myndi alveg ná langt. Ég veit það. Ég las mjög mikið þegar ég var yngri og svo með árum mingaði lesturinn að því mér langaði svo mikið að vera úti í svona göngum þar sem ekki hægt að halda á bók. Þetta alltaf hættulegt. Þannig ég mjög mikið svona í útivist og þannig það ekki kannski eins mikið tími til að vera alltaf að lesa. Erum við ekki endað þetta með einum svona ljóðahring? Eða byrja hérna og taka svo bara... Byrja hér. Byrja hér og svo Birgitta. Annað ljóð. Pressa. Okay. Pressa bara. Já, varstu ekki búin að merkja við 2? Er þið ekki að lesa upp hér og þar? Er ekki búin að merkja við 7-8 ljóð? Jú, algjörlega. Það var bara... kannski lesi bara þetta ljóð hérna sem að heitir Sólaruppbrás. Hvað ást? Hvað tónlist var svarað? Bylgjur sem brotna við mörk sjávar og þurrlendis. Þú lítur á heiðan himinn sem bleikur, fjólublár og hvítblár af því að morgunsólin hefur stigið upp og máninn kveður hálfur. Og þú sér fegurð í héluðum hústökum í desember í ljósaskiptum. Er það galdur ástarinnar að horfa út vegna þess að við meiðum hvort annað? Ég ekki viss að bleikaröndin í blámanum elski líkt og maðurinn elskar, ekki viss að það sé neins skilyrði fyrir því að njóta hennar, aðeins skynjanir þínar. Nú hefur hún hvítnað á meðan við tölum. Kannski sástu fegur þar því þú sást sjálfa þig þar og heim sem þú vilt tilheyra. En hvernig heldum að hjarta sínu opnu gagnvart öðru hjarta sem finnur ekki til þegar sólin rís upp? Takk. Takk að þér. Þú stingur nöglinni á kaf, klórar, mjúkan, börkin, skefur þar til þú finnur rúskin, hvítt, krafsar og rifan stækkar. Svo setur þú einn fingur innfyrir og togar. Fingurgómur mætir þrýstnum bita, þreifar fyrir innan þétt hlaðið aldin. Þú stingur öðrum fingri undir börkin og rífur hann upp. Fingurnir 2 læknatangir, húðin lyftist frá, appelsínugul. Sárið stækkar og stækkar, vilt rífa í spíral en spírallinn slitnar. Afgangurinn situr eftir, eitt lítið kvel. Þú lyftir því af. Það ná nú sannanlega aðventa, var þetta ekki mandarína bara? Þetta mandarína. Takk fyrir, Natasja. Allt fyrir ástina. Ég slekka á sjónvarpinu,
banna foreldrum mínum að horfa á fréttir. Fyrst mótmæla þau en ég stend föst á mínum. Mætt heim til þeirra og innleiði mínar eigin reglur. Hendi öllum með myndar af forsetanum, hann hátt skrifaður á þessu heimili. Mamma mín bjargar bolla, fellur í djúpum skáp og við rífumst. Tjáningarfrelsi ekki hátt skrifað á þessu heimili. Eins og vopnaður friðargæsluliðin banni ég þeim að tala stríð, Úkraínu, pólitík. Maður velur ekki foreldra sína og í sumum tilfellum ekki forseta heldur. Takk fyrir. Ég nú ekki tilbúin en Það segir maður svona eins og þáttastöndu nú slær má botnin í þetta. Ef ég gæti séð í myrkrinu leiðina heim, í hríð, upp í sker, þar sem jökullinn var, á kafi, í þungum blautum snjó. Ef ég gæti skýrið þögn þína, ef hún líktist gljáandi hrafntinnu, mjúkri og beittri samtímis. Ef ég vissi að þú myndir bíða eftir mér þar, umlykja mig með þunga líkama þins, láta mig sökkva inn í húð þína, láta mig sjatna, sopna. Ef ég gæti bara gleymt þér, ef ég ætti annað í staðinn en æskuminningar, þegar ég steig í dögun út fyrir bæjarhlíð. Það voru engir svartir steinar, aðeins kaldur og votur snjór í jaðri skógarins. Kæra þakkir. Takk fyrir að koma hingað og spjalla og lesa ljóð. Alda, Birgitta, Natasja og Má. Takk fyrir. Takk fyrir. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja hana heim. Við ætlum að reyna að spila viðtal frá því fyrr á árinu sem að Oddný Eir Ævarsdóttir áttu við Láru Magnúsdóttur mál sem að hristi þjóðarsólina hérna í nokkra daga. Ástu Lóumálið svo kallað, kemur ég eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.